Jæja, nú ég að vona að þetta sé komið í lag hjá mér. Ég ætla að double checka samt á því. Út af því að ég ætla að sjá hvort þetta sé ekki komið út af því að þetta ástæðan fyrir því. Ég ætti kannski að segja ykkur strax. Ég ætla að vera með tæknimann núna á næstu í næstu upptöku og ég biðst velvirðingar á þessu. En þetta eins og segja, þetta vandinn þegar maður ekki með í eyrunum. Mjög fyndið, ég ætti kannski að segja ykkur, ég fór til dæmis í hlaðfréttir daginn og þar voru þeir að spyrja mig hvort ég vildi ekki vera með headset, en ég þol ekki að vera með í eyrunum þegar ég að tala og ég vil helst ekki vera með. Ég ætla að bara byrja aftur fyrst að koma smá tæknilega örðuleikar, eins og ég segi, ég vonaði fyrirgefa með það. Það var einn sem spurði hvort ég væri bergmálshelli, sem mér finnst mjög fyndið, út af því að það var þannig sem þetta hljómaði. Ég hef lendið í þessu einu sinni áður, þetta var rétt hjá, það var einhver sem sagði að ég væri með þetta örugglega á vitlausri rás, en það var nákvæmlega það. Ég var tekið upp í gegnum forrit sem heitir OBS og keyri þetta í gegnum það, og ef ég ekki með réttu hlutina á réttu stöðum, að þá gerist nákvæmlega þetta. En ég ætla bara að byrja aftur. Ég ætlaði að ræða hinsegin dag, og fyrir ykkur sem heyrðu það í gegnum bergmálið, að þá þetta þannig að mér þótti svolítið sérkennilegt, eins og ég svo sem fjallaði áður, að Palestínumáli sé hinsegin mál. Og ég skil alveg að fólk bara það ríki sem með töluvert sterkari stöðu og meiri yfirburði sem að haga sínum málum á þann máta að mörgum þykir það vera ófyrirgefanlegt, og ég bara skil það að einhverju leyti, þrátt verið það að séu aðrar mannúðarkrísur sem að ná ekki mikið upp á teningin hjá þessu sama fólki, þrátt verið að mikið sé bagalæra. En eins og segi, ef það eitthvað ennþá að hljóðinu, þá með ég endilega láta mig líka vita af því. En það sem sérstakt í þessu að Palestínumálið sé orðið að hinsegin málefni, að þetta sé orðið þannig að í Pride-göngunni, sem náttúrulega ekki fyrir hendi á flestum stöðum, á öðrum stöðum heldur en í Ísrael, að þá í Miðausturlöndum sé fólk að berjast fyrir því að þetta sé í gleðigöngu í vestrænu ríki hinum megin á hnettinum. Mörgum þykir það bara mjög sérkennilegt. Það eru fleiri þættir sem eru bara svolítið sérstakir í mörgu af þessu. Þá svolítið svona einkennilegt að sjá eins og með sex workers, það að segja, það var stelpa sem var virtist vera mjög ung, sem var þarna í fararbroddi fyrir það að berjast fyrir réttindum þeirra sem að kjósa að selja sig. Og þetta líka búið að vera svo fyndið út af því að flestir sem hafa verið svona mjög framalega í þessari baráttu allri hafa verið líka mjög framalega í því að segja að þetta sé alltaf ofbeldi, og það að berjast fyrir réttindum þeirra sem að kjósa að selja sig sé ekki jákvætt, út af því að gerandinn, sem í þessu tilviki sá sem að kaupir sér vændi, alltaf gerandi og ofbeldismaður. Og þetta í besta falli svolítið skrítið. Það svolítið skrítið að þetta sé einhvern veginn, bara í svona háa lofti innan þeirra sem að ættu svona, og almennt séð eru svona í þessum réttrúnaðar málamöllum. En þetta víst allt eðlilegt, og ég sko, og það varð einhver fyrir einhverju aðkasti, grýtt einhverjum steinum og einhverju viðurstyggð, og það náttúrulega bara viðbjóður og á ekki að líðast í okkar samfélagi að fólk sé að verða fyrir ofbeldi fyrir það að vera eins og það en það sem svolítið
fyndið í þessu bara að það eru eins og með Palestínufánana og ég var að bíða eftir því að Palestínumálin kæmu þann upp í þessari göngu og ég held að skjóti skökku við hjá mjög mörgum að þetta sé svona fyrir hendi en sitt sýnist hverjum í þessu öllu en svo ég nefni það nú líka sem ég gerði þannig í upphafi þegar að hljóðið var ekki nægilega gott að þá ég sem þetta fara að verða með einpæling.is sem að verður vefsíðan sem að ég mun hérna frá nota og þá þið sem sagt getið gerst áskrifundur þar á sama verði og var á partus.is /einpæling en núna mun ég færa allt mitt efni yfir á einpæling.is. Þið getið ennþá haldið í partus.is /einpæling ef þið kjósið það heldur en þá þurfum við samt líka að þola það að þættirnir sem að verða í beinni verða inn á vefsíðunni einpæling.is og þrátt fyrir það að þessi þáttur hér verði í heild sinni gefin út að þá munið þið þurfa að bíða með að hlusta á restina af hlaðvarpinu ef þið gerist ekki áskrifundur á einpæling.is en núna miðvikudaginn þá mun ég vera með Sigmundi Davíð Gunnlaugsinni þar sem að við erum að fara að ræða bara ýmsa hluti live þættirnir þar að segja þeir sem eru í beinni verða frábrugðnir þessu hefðbundna hlaðvarpi þar sem að þetta verður meira í stíl við svona fréttir vikunar eða annað en fyrir áskrifendur að þá geta þeir hort á það í heild sinni en þeir sem að eru ekki áskrifendur þurfa að hlusta á stóran hluta af því en þurfa svo að bíða með að hlusta á restina sem að kemur út töluvert síðar þannig að endilega fara og gerast áskrifendur á einpæling.is og þar sem ég verð ekki með svona tæknilega hörðuleika aftur en það svona margt búið að vera á döfinni og ekki á döfinni, búið að vera eiga sér stað. Það búið að vera mjög sérstakt að fylgjast með, ég búin að vera að ræða aðeins útlendingamálun undanfarið í myndböndum sem hafa vakið mikla athygli, þar sem að ég að velta upp svona ákveðnum spurningum og ákveðnum tvískinnung varðar þessi mál og það hefur verið bara mjög sérkennilegt að fylgjast með þessu. Og það kannski líka sérstaklega sérkennilegt einfaldlega út af því að þegar maður hefur verið að velta fyrir sér þessum hlutum nú einhver að hringi mig hérna Halló Góðan daginn Ertu að hringja í podcastið? Ok, byrju ég ætla að sitja á spíkar hérna Hvað segirðu, hvað langar að ræða? Ég get ekki beint fyrir að ræða núna en ég búin að vera að hlusta á þættina hérna Ok en bara á Spotify Ok og ég ekki komið, það svo margir, ég ekki komið svo langt en ég veit heyra hvað þú stendur á með ESB Með ESB? Þú átt að hlusta betur Ég skal aðeins að reyfa það en eins og segi þá getið þið hlustendur ég verð með betri fítus heldur en að vera með eitthvað svona í símanum en þá ég skal bara ræða það aðeins núna áður en ég fer í dagskrá dagsins ég með ESB þá einfaldlega tel ég að fýsilegast sé að segja nei ég náttúrulega búin að vera að rekja þetta mikið í gegnum þættina Draghi-skýrsluna þar sem þið getið fengið svona púls á minni afstöðu til þess en ég engin andstæðingur ESB og ég ekki mótfallinn því einhvern veginn eða það að segja ég hef ekkert gennum tíðina verið mótfallinn því að við göngum þar inn en hins vegar að þá þarf ég að horfast í augu við það að Evrópusambandið telur sjálft að þeim muni koma til með að ganga töluvert verra á næstu árum og þá í sérstaklega í hugverkaiðnaðinum og ég var með Sigurð Hannesson hérna fyrir ekki svo mörgum dögum þar sem að við vorum að ræða nákvæmlega þessa þætti og hann benti á það að frá árinu 2008 hefur hugverkaiðnaðurinn áttfaldast sem að þýðir það að hann á svona mjög hraðri leið að vera orðin ein stærsta stoð og búið að taka núna fram úr sjávarútveginum. Mér hefur alltaf þótt svolítið sérstakt hvað sjávarútvegurinn vekur alltaf sérstaklega mikil svona tilfinningalega viðbrögð með þessar hugmyndir það að við eigum fiskinn og annað en ég held aftur á móti að tækifæri framtíðarinnar verði ekkert endilega í fiski
til vissulega fiskeldi muni koma til með að spila veigamikla rullu varðar matar eitthvað sem hefur að gera með matvæli og mataröryggi heilt yfir. Ég held að sé frábært að við séum með slíkar stóðir hér á landi þar sem að við erum með aðgengi að miklu meiri fisk heldur en að við getum í okkur látið og nú ein rökin fyrir því að við erum að ganga inn í ESB og því að það óstöðugri heimur og heimurinn sé orðinn hættulegri og þá frábært að hafa stóð eins og fiskeldisfyrirtæki sem eru tilbúin til þess að búa til mikinn mat því að ef að allt færi nú í kleinu hérna að þá værum við ennþá með möguleika á því að nýta krafta fiskeldisfyrirtækjana til þess bæði að vera útflutningsgrein þrátt fyrir að heimurinn væri óstöður en einnig væri við með þá aðgengi að matvælum sem að ég til að sé algjör grunnforsenda fyrir því að þú getur talið þig öruggan. Þannig að já, ástæðan fyrir því á móti ESB bara út af hugverkaiðnaðinum. Ég held að hann verði mjög stór stóð varðar okkar hagkerfi og ég held það ekkert, hann orðinn það en hann á mjög hraðri leið að verða stærsta og Evrópusambandið segist sjálft hafa mist af þessu þegar mjög erfitt með að vinna gegn því regluverki sem að fyrir hendi í þessum efnum þannig að fyrir mér persónulega finnst mér algjört glapræði að við séum að íhuga að taka skref í átt að því og athuga að þetta ekki einu sinni byggt á einhverjum svona sértækum hugmyndum fullveldi eða þorskastríðin eða einhverja sérstöðu Íslands varðar það hvort að við séum í góðri samningsstöðu eða ekki. Grunnforsendan fyrir mér bara að Evrópusambandið segist sjálft ekki muni koma til með að ná að rétta úr kútnum á næstunni og þar að leiðandi til ég óhagstætt að við ættum að taka upp það viðbóta regluverk sem að stendur utan EES-samningsins að fullu hér á landi og að í rauninni reglur sem að koma frá Evrópusambandinu fái sjálfkrafa meðferð að klára það óháð alþingi. Það að segja að alþingi þarf í dag að samþykkja reglur EES. Við erum allt of svifasein og lélegi því að segja nei við hverskins regluverki en hins vegar að þá tel ég að það sé þó betri staða en við erum með ef við myndum ganga inn. Það líka, svo ég nefni líka ástæðana fyrir því ég sé nei í ágúst að þá byggist það fyrst og fremst af því að ég held að ákveðin svona tregða sem myndi skapast myndum við ganga þannig. Sú tregða mér þess að fyrir hendi í dag. Það eru fjárfestingar, tækifæri og fórnarkostnaður sem að eiga sér stað núna í dag bara út af því að við erum að íhuga það. Myndum við fara og ganga svo langt að gerast aðildarríki að þá tel ég að það myndi koma til með að verða ennþá verra. Ég tel að það myndi leiða okkur í þá vegferð að þær fjárfestingar sem að fólk hefur áhuga á að gera og þetta ekki eitthvað sem ég að segja út í bláinn. Ég hef talað við fólk sem hefur hugað því að fjárfesta hér á landi, bæði Bandaríkjamenn og aðrir og þeir segjast einfaldlega vilja bíða með að ganga lengra bæði í hugverkaiðnaði og öðru áður en að þeir viti nákvæmlega hvað við ætlum að gera. Þannig að myndum við taka skref í þá átt, þá værum við ekki bara að sjá hvað í pakkanum, við værum líka að sjá tækifæri glatast og það mín afstaða. Ég ber virðingu fyrir öllum öðrum sjónamiðum. Mér þykir í ásýninni vera full slóttugir og sniðugir í því að reka sitt mál. Það náttúrulega auðvelt að sannfæra fólk það að það sé bara verið að kíkja í pakkan. Ég held að það sé ekki rétt og þá ég ekki að segja eitthvað að við myndum að fullu vera að fara þarna inn. Ég ekki að segja að þetta sé einhver algerlega forsendur fyrir því að við værum bara einhvern veginn komin inn. Ég held að það sé ekki alveg rétt hjá neysinunum. Þetta eru vissulega aðlögunar viðræður. Aðildar viðræður snúast það hvernig við ætlum að aðlaga okkur að Evrópusambandinu og að miklu minna leyti að Evrópusambandið aðlaga sig á okkur. Þannig að
að stríku fólk einhvern veginn vitlaust að vera að kalla þetta aðlögunarviðræður en ég veit ekki alveg af hverju það að sjálfsögðu erum við að fara að sýna fram á það hvernig við ætlum að aðlaga okkar að Evrópusambandinu þá segir sumir já nei en það verður engin aðlögun strax ég segi ok, kannski ég á mjög erfitt með að sjá stjórnsýsluna ekki bregðast einhvern veginn við ef við erum bara með 2 leikjafræðimódel og hugum þetta þannig ef að öðrum megin að við segjum nei í ágúst hinum megin segjum já í ágúst það ætla að fara að sannfæra mig að stjórnsýslan myndi ekki koma til með að taka neinum breytingum mjög einkennilegt það mjög sérkennilegt að telja að svo sé stjórnsýslan myndi augljóslega taka einhverjum breytingum hversu mikla þær eru, ég veit það ekki en það myndi augljóslega eitthvað breytast strax í kjölfara á því að við myndum gerast aðildarríki en ég ætla að færa mig að öðru ég ætla að ræða hérna fjölmiðlanefnd, ég veit að ég hef nokkur sem rætt þetta og ég veit að ég hérna hluti af þessari vegferð fjölmiðlanefndar að hamast í okkur hlaðvarpsstjórnendum og eins og ég sagði við ykkur í seinsta þætti að þá ég ekkert eitthvað alveg á móti því að kalla mig fjölmiðli, sérstaklega núna þegar ég verð með þessa þætti í beinni þar sem að ég verð að ræða daginn og veginn við hérna gesti að þá ég ekkert orðin eitthvað svakalega frábrugðin því sem að hérna heitir fjölmiðl aftur á móti að þá ég mjög frábrugðin því þegar ég bara hlaðvarpsstjórnandi en það eru hlaðvörp ekki fjölmiðlar það alger fásinna að segja það fjölmiðlanefndir með einhverjar fáránlegar handahófskendar hugmyndir það hvað fjölmiðl sé og þetta svolítið svona eins og þegar þú spyrð feminista hvað séu til mörg kyn og hvort að karl geti breytt sér í konu og fleira þar fram til göttunum að þá einhvern veginn svona ekkert svar það einhvern veginn svona, hvað mörg kyn? Ég veit það ekki eina sem ég veit að þau eru ekki 2 þau geta verið 1.000.000 en ég ekki séns að vita það eina sem ég veit að þau eru ekki 2 sem alltaf svolítið sérstakt en með fjölmiðlanefnd þá ég alltaf að reyna að koma að staði í og þeir eru núna að hamast í mér og voru að halda einhverja fundi og eitthvað það að ég var ekki tilbúin til þess að skrá mig lögmaðurinn minn fór í sumarfrí þannig að ég gat ekkert verið einhvern veginn að aðhafast í þessu í sumar en fjölmiðlanefnd segir bara ég ekki inni neitt ég ekki neitt inni hjá þeim og þau ætla bara að reka þetta mál áfram og það sem kannski fáránlegast í þessu að þetta á sama tíma og Logi Már Einarsson búin að segja að hann ætli að passa upp á það að að hlaðvörp sé ekki skilgreind sem fjölmiðlar og í gær þetta eiginlega hilaris ég ætla að sýna ykkur þetta hérna það var sett í gær, það var samstöðum þeir voru með syni Egils og þeir voru að ræða við lögmann sem að heitir Þóra Jónsdóttir hún lögfræðingur fjölmiðlanefndar og þetta svo gott út af því að hún var að ræða þannig fjölmiðla í samhengi við það að hvaða væri orðið óstyrtur veruleiki í því að hvernig við nálguðumst upplýsingar og ég ætla að spila fyrir ykkur smá af íslenskan veruleika. Og þannig erum við líka og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni. Þú veist, bara það út í þessu því að það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið rísa fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá við vitum það og þar verða til svona hálfkvöðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofboðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leyfum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun
hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta, alla þessa fylgjendur, áhrifavald má segja. Þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum. Fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið návígi, þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orð í belg og það jafnvel búið að sko fá einhvern tíman tækifæri til þess að láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli. Það svo mikil nándorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum. Það tekur ákvarðanir að verja tíma sínum í að skrolla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reikniritinn og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítahringur sem við horfum frammi fyrir eða sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar keppast við þetta, einstaklinga sem eru bara raunverulega að taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með marga fylgjendur. Og þetta auðvitað eitthvað sem sko, við verðum að taka með inn í myndina og hvernig Og þannig sem sagt hún að fjalla þessa þætti sem að þetta beinist náttúrulega einhverju leyti held ég að fólki eins og mér og það sem svo fyndið hún málar upp einhvern veginn þannig mynd að það sé einhverjir hálfguðir ég hef nú aldrei álitið með svo en það held ég hún sé nú að tala fólk sem kannski út í heimi en hún þannig að segja það eru hættulegi menn með einhverja skoðanir sem að enginn að ritskoða og að þeir eru bara með einhverja myndavél og það tekið rosa mikið mark á þeim og við þurfum einhvern veginn á böndum yfir þetta. Hvernig ætlum við að fara að leggja það að jöfnu að menn eins og ég sem eru með mæk og myndavél einhvern veginn heim í stofu að við séum þá líka orðnir fjölmiðlar? Hvernig getur það verið skrefið að fara að leggja það að jöfnu? Ég sammála henni með það að gera að það að ég geti bara koma hérna á blaðrað og það sé einhver eftirspurn eftir því það bara gott að blessað og bara viðbótin í flóruna og þetta einmitt þetta svona sérkennilega hvað eru hlaðvörp? Hlaðvörp eru bara hlaðvörp og fjölmiðlar eru bara fjölmiðlar það alveg einhverjir sem eru kannski í hlaðvarpsgerð og öðru sem gætu orðið fjölmiðlar og fleira þar fram til göttunum en hins vegar þegar ríkið farið að segja þér hvað sé skilgreiningaratriði í þessu að þá það verið að vega að tjáningafrelsi og eins og ég ræddi áðan að þá get ég alveg sé fyrir mig mögulega að ég myndi einhvern tíma koma til með að stofna fjölmiðli kringum þetta en það verður aldrei út af því að ríkið segir mér að ég eigi að gera það. Það einfaldlega algerlega galið að það sko sé fólk af einhverju ríkistofnun sem að einbeita sér fyrst og fremst að því að vera að segja fólki fyrstulega hvað það var að segja og hvernig það má segja það út af því að ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að eins og margar aðrar opinberar stofnanir sé fjölmiðlanefnd alveg stútfull af rosalega woke fólki sem með mjög góðar hugmyndir það hvernig aðrir að tala en þá erum við líka bara að gefa upp á bátinn allt sem að við kemur tjáningafrelsi. Það algjörlega út úr kortinu galið að ætla að fara að segja fólki að ríkið eigi að vera afskipti af því hvernig fólk má veita upplýsingar og hvernig ekki og að þú sért ekki tilbúin að lúta einhverjum þröngum ramma fjölmiðlanefndar það hvernig þú talar ellegar að það á hættu að þurfa að vera tekin fyrir og sett á dagsektir. Ég hef ekkert efni, ég eyti öllum peningi hlaðvarpsins í að koma þessu stúdíó upp. Ég hef alls ekki efni á því að fjölmiðlanefnd sé að fara að rukka mig einhverja dagsektir. Þannig að þetta með algjörum ólíkindum enda sér Logi Már það og þá sé allir
innan stjórnsýslunar hversu gjörsamlega gagnslaust batteri fjölmiðlanefnd Þetta var selt þegar og þetta einmitt eitt svona ESB dæmi þar sem að við erum sannfærð það að óreiða og upplýsingaóreiða og ég veit ekki hvað, var ekki upplýsingaóreiða eitthvað hugtak sem að náði svona helst upp á teningin í kringu COVID þegar að samsæriskenningasmiðirnir höfðu nánast í 100% tilfellum rétt fyrir sér og ríkið hafði rangt fyrir sér í öllu sem að við kom því og náttúrulega misti trúverðuleikann svo mikið að það ekki séns að ef það kemur upp alvarlegri pest að þá muni þau geta reyna að haga sínum málum á áþekkan máta eða jafnvel á máta sem að gæti krafist nauðsynlegur. Það ekki séns að fólk muni taka þátt í því og það skrifast á þáverandi stjórnvöld. En það að við ætlum að vega svona tjáningafrelsi algerlega galið. Þetta batteri sem að eins og segist vera að berjast fyrir lýðræði en einfaldlega að einbeita sér að því að áfengisauglýsingar og annað sé ekki að í einhverjum svona duldum skilaboðum hjá stórum fjölmiðlum sem að svo ríkið þarf líka að vera að niðurgreiða út af því að fjölmiðlanefnd að anda inn í hálsmála með einhverja dagsektir út af einhverjum bjór sem að sleysaðist inn í mynd einhvern tímann. Og af hverju það í lagi bara út af því að segja léttbjór? Haldið þið að einhverjar fyllibittur séu að fara að heyra Túborg léttbjór eða kaldi léttöl og segja, Hjúk geta hann sagði léttöl, annars hefði ég nú örugglega farið og dottið í það. Við komum fram við fólk eins og þetta bara sé einhver börn. Þetta út úr kortinu galið. En nei, þetta fólkið eins og Þóra Jónsdóttir sem að kemur þannig fram. Þetta fólki sem að passa upp á lýðræði. Ég ætla að fá að sletta give me a break. Þetta bara einhver brandari. En nei, ég verður örugglega fyrir dagsektum og ég heldur reyndar ég talaði við önnur hlaðvörp út af þessu líka og fjölmiðlanefnd hætt að böggast í öðrum hlaðvörpum. Þannig að nema mínu og ég held að það sé bara út af því að ég alltaf að segja eitthvað við þessu og ég að reyna að vekja athygli á þessu, þá held ég að fjölmiðlanefnd sé bara í ákveðnum árásarham og hefndarham til þess að passa upp á það að tjáningafrelsi á Íslandi sé minna og í rauninni sett ákveðin rammi sem að þeim þykir vera ákjósanlegur það hvað megi ræða og hvað megi ekki ræða. En svona þetta nú. Fjölmiðlanefnd heldur áfram að atast í mér en ég allavega ánægður að þessi hættir að böggast í öðrum hlaðvörpum út af því að auðvitað þetta algjöru tvískinnungur og della það hvernig þeir meta þetta en ég mjög ánægður að ég sé einn eftir sem að mögulega að fara að fá dagsektir en við sjáum bara til hvernig það verður. Það var fleira sem langað að ræða. Núna náttúrulega kom frétt í dag sem að mér þótti einkar áhugaverð og það það að Meloni og Mette Frederiksen ætla að taka höndum saman, þið sjáu þetta gegn innflytjendum. Þetta Kjartan Kjartansson sem skrifar þetta núna í dag og þetta sem sagt mynd eins og þið sjáu það Mette Frederiksen og Giorgia Meloni sem að sjálfsögðu forsætisráðherra Ítalíu en Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og það stendur forsætisráðherra Danmerkur og Ítalíu segjast að standa vörðum kristna menningararfleifð. Hugsið ykkur ef að jafnaðarmenn hefði sagt kristna menningararfleifð fyrir 5 árum. Það hefði verið svona, allar hressileg veisla og krefjast þess að innflytjendur virði þau gildi í sameiginlegri yfirlýsingu. Þeir vilja vísa fleiri innflytjendum á brott og halda hælisleitendum utan álfunnar. Það Mette Frederiksen og forsætisráðherra Danmerkur og Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, birtu sameiginlega yfirlýsingu innflytjendamál. Þær stóðu nýlega að bréfi til Evrópusambandsins eftir að hópur fólks breyti sér inn leið í Þauta, held ég að ég segi þetta rétt, spænst yfirráðasvæði í Marokkó á dögunum. Vilja báðar viðurkenna kristna menningararfleifð Evrópu, vilja fleiri brottvísanir og móttökustöð.
Danska ríkisútvarpið segir þó engar nýja tillögur innflytjendamál að finna í yfirlýsingunni þar Frederiksen og Meloni ítreki fyrir kröfur sínar brottvísun á innflytjendum sem brjóti af sér og móttökustöð fyrir hælisleitendur utan Evrópu. Og það sem mér finnst kannski sko best í þessu að það alltaf sagt sko með hælisleitendamálin þá var okkur alltaf sagt sko já en við vitum alltaf að hlutinni gerast 10 árum síðar á Íslandi sem rétt en umræðan aftur á móti þetta bil alltaf að verða minna og minna það að segja umræða á Íslandur hælisleitendamál verður alltaf líkari því sem að gerast í Evrópu á hverjum degi og maður hugsa með sér en ekki hvað þú veist hælisleitendakerfinu verður hvað sem lokað það algerlega óumflýjanlegt og eins og Giorgia Meloni og Mette Frederiksen að tala þarna að þá þær svo ég fá að sletta de facto að segja það brottvísanir og innflytjendum sem brjóta af sér og móttökustöð fyrir hælisleitendur utan Evrópu og það bókstaflega að loka hælisleitendakerfinu en það verður það gert eftir mjög skamman tíma og það verður líka orðið þannig að þeir sem eru hingað komnir og ekki með íslenskan ríkisborgararétt munu ekki geta krafist þess að fá hverskins bætur úr sameiginlegum sjóðum skattgreiðenda. Það ekki út af því að ég vil eitthvað að gerist, ég bara að horfa á mjög augljósan pólitískan veruleika þar sem að pólitísk eftirspurn ekki með húmor fyrir þessum atriðum. Fólk getur ekki hort á lífskjör sín rýrna hafa nú annað sem ég ætla að ræða eftir smá sem að stéttarfélögin óttast það sem heitir kreppuverðbólga sem að veldur því að hagvöxtur minnkar en verðbólga hækkar og ef við erum að fara að horfa upp á þann veruleika þá fólk ekki að fara að hugsa með sér já, hvernig getum við svo tekið á móti fleiri aðilum sem að hinga koma í leita hæli og hafa beint aðgengi inn á velferðarkerfið. Það bara raunveruleiki sem að verður, þetta var hægt þegar að við vorum í kannski aðeins betri efnahagsstöðu en hins vegar erum við komin á þann stað í dag að það ekki séns að það verði áfram og þess vegna finnst mér eins og að stjórnvöld hér á landi ættu að spyrja sig miklu stærri spurninga það hvað högt í þessu myndi valda. Það að segja ef við erum að horfa upp á þann veruleika að það mjög augljóst að hælisleitendakerfinu verði lokað, hversu sársaukafull verður sú aðgerð ef við bíðum með hana og ég veit alveg að Þorberg Sigríður að gera mjög vel í þessum efnum en hún líka náttúrulega bara bregðast við augljósa ástandi. Kristrún Frostadóttir var löngu búin að sjá þetta. Þú ekki með opin landamæri og sterkt velferðarkerfi en núna þetta komið þarna og það annað myndband sem ég langar að sýna ykkur. Ég ekki með einhverja svona sérstaklega punktstöðu en ég ætla að spila fyrir ykkur stutt brot úr ræðu sem að þá var Nigel Farage og Sia Yusuf sem að svona hans hægri hönd mættu saman með opinbera yfirlýsingu. Þeir eru mjög duglegir við þetta núna. Þetta eru þeir sem eru í forsvari fyrir Reform UK. Nigel Farage sjálfsögðu formaður flokksins og Sia Yusuf hann sé ekki svona framkvæmdastjóri eða eitthvað þannig en þeir sem mættu saman og ræddu það hvernig þeir ætla að taka á hælisleitendamálunum og ég ætla að spila fyrir ykkur stuttan bút hérna. Is to enter into this debate, they would have to admit their own culpability. But whether it's the streets of London, where men dare not wear watches and women dare not wear jewelries, to what is happening and the constant living in fear that we see in our rural communities, everyone knows the state of law and order is considerably worse than it was 5 or 10 years ago. And yet, senior journalists and commentators rely on the England and Wales Crime Survey, a survey that is put through doors and filled in with a pencil and paper, and they say, look at the figures of this survey and it will show you that crime at all levels is falling. That is because it is a completely outdated
way of measuring it. No, we are living through a breakdown in society, and it is very, very serious. Now, prison sentencing has proved to be Andy Burnham's first big test as Prime Minister. In the wake of the PC Harper case, the Prime Minister's instincts were, well, of course, they shouldn't be released early. But once he's told the practical facts of life, he has to back away and back down. So at least we are having a proper debate about this. But we need to face some serious facts. During 14 years of Conservative government, through mass immigration, especially the Boris wave, the net population of the country rose by 6 million people. And they only built 455 new prison places. So early release isn't some new idea that this Labour government's just come up with. It was the Conservative governments that introduced it. And for all we hear on the radio and see on the telly, Conservative spokesmen and women on this issue, perhaps we better remind them that it was the Conservatives that gave early release to 158,000 prisoners. So they were very much the architects of this mess. And certainly it's true that Labour have inherited a very, very difficult situation. But they don't appear to have the imagination or the will to solve it. And that is where keeping criminals behind bars, that is where this document comes in. Because, once again, Reform are proposing practical policy solutions to difficult national issues. And quite often when we do this, we find within a few weeks, one or more of the other parties tend to follow our lead. So let's begin with the over 10,000 foreign national offenders that are currently in Britain's prisons. That figure is rising all the time. In fact, our expenditure on this is 50% higher than it was as recently as 2019. This is really quite straightforward. We send people back to their country of origin. Og þannig að hann fer yfir þessar tölur og ræðir þetta svona í samhengi við það hvernig þeir ætla að taka útlendingamálunum, og mér þótti sko mjög áhugavert út af því að þeir setja þetta í samhengi við glæpatíðni, og þetta kemur náttúrulega svolítið í samfloti við þessa yfirlýsingu Giorgia Meloni og forsætisráðherra Danmerkur, hana Mette Frederiksen, þar sem að þetta verður fyrst og fremst baráttan þetta að vísa afbrotamönnum úr landi. Þetta eitthvað sem að Þorbjörg Sigríður ætlar að gera. Þið munið eftir þessu að það var mjög mikið svona rökaraður það hvort að þetta ætti að vera alvarlegir glæpir eða bara glæpir. Snorri Másson reyndi að vekja athygli á þessu það að það væri mikilvægt að hafa þetta bara glæpi, annars væri við alltaf í einhverju svona hártogunum það hvað myndi teljast alvarlegt og hvað ekki. En ég held að það liggi algerlega ljóst fyrir að fólk mun alltaf vilja taka harðar og harðar á þessu þangað til að við upplifum það að öryggi á Íslandi sé fyrir hendi. En það langt í land, og ástæðan fyrir því að Nigel Farage setur þetta í samhengi við Behind Bars, að hann ætlar að taka fyrir það að afbrotamenn fái að losna fyrir úr fangelsum. Hann ætlar að taka fyrir það að þeir sem eru ekki þaðan, þar að segja ekki breskir, munu geta verið að dúsa í fangelsunum þar. Hann segir að þeir verða brottfluttir til Kosovo og til Albaníu. Það eru mikið af Albönum sem eru í fangelsunum núna í Bretlandi, en að þeir munu þurfa að klára sinn afplánunartíma í Albaníu. Og ef þeir eru ekki tilbúinir í það, að þá verða þær fluttir, og ég ekki að djóka, hann sagði þetta í morgun, til El Salvador. En það var náttúrulega frægt að núverandi forseti tók mjög hart á glæpagengjum og rauninni mokaði bara inn helling af fólki inn í fangelsin sem voru viðloðin við þessi glæpagengi. Og það sem hefur kannski verið svolítið óþægilegt að viðurkenna að í kjölfarið að þá jókst öryggi gríðarlega.
svolítið svona keimleikt þeirri svona finnu hvað var það titillinn að innbrotahrina minkar eftir að síafbrotamenn eru fangelsaðir og þetta náttúrulega ætti að liggja ljóst fyrir en eins og segi Nigel Farage segist ætla að flytja þá sem að brjóta af sér og eru á erlendu bergi brotnir að flytja þá úr landi og til El Salvador þar sem að þeir munu fara í fangelsi þar. Hann svona dregur aðeins í land og segir að þetta mun ekki verða fangelsi eins og að sjást í þessum heimildarmyndum. Hvort að verða hægt að staðfesta það veit ég ekkert en það er allar líkur á því að Nigel Farage mun allavega eiga mikla líkur á því að verða næsti forsætisráðherra Bretlands og þetta er líka ástæðan fyrir því að ég var að nefna þessar hröðu breytingar og það er líka kannski áhugavert að pæla í þessu ef við hugsum jafnaðarmenn sem Kristrún Frostadóttir og Keir Starmer sem var núna að klára sitt embætti sem forsætisráðherra og Andy Burnham tók við. Af hverju Mette Frederiksen að ganga svona langt? Út af því að hún hefur alltaf haft á rétt að standa allt frá því að hún tók svolítið sveig í þessum útlendingamálum. Hún hefur aldrei hefur enginn hugsað tilbaka og hugsað með sér, Mette Frederiksen hafði rangt fyrir sér varðar þessi mál. Það tel ég bara sé líka fyrir hendi núna. Þegar Giorgia Meloni fór fram fyrst, þá var talað hana sem öfgafullan fasista sem að væri að fara að passa upp á það að Bretar myndu þurfa að þola, Ítalir myndu þurfa að þola mikla fasista stjórn á þekka því sem að var og hét bara í kringum 3. og 2. áratuginn. En ég held bara að þetta sé bara stöllur sem eru að horfast í augu við augljósan veruleika og þetta ekki einu sinni pólitískt heldur þetta bara samfélagslegt mál. Það að takast á við útlendingamálin eitthvað sem að engin ríkisstjórn kemst hjá. Það að segja að ef að fólk sem að berjast fyrir einhvers konar mannréttindum og öðru ekki tilbúið til þess að horfast í augu við raunveruleikan í þessum málum að þá það alveg fyrir séð að þetta muni bara leiða til vondra hluta. Það eins og segi, það eiginlega bara engin önnur leið til að lýsa því. En ég ætla að ræða þess við ykkur samstarfsaðila mína sem að sjálfsögðu heiti pottar.is. Þar opið alla daga, sama hvort að við förum í ESB eða ekki, hvort að sé mikilvægt að kíkja í pakkan. Það var allavega gott að kíkja í pakkan þarna og huga heilsunni með saltvatnspotti eða heitum potti eða köldum potti eða sánu eða hvað sem það er. Ég búin að heyra í nokkrum allavega 2-3 sem að fóru fyrir atbeini þessa hlaðvars og þeir voru mjög ánægðir með þær útfærslur. Það líka þeir geta alveg farið í gegnum mikið af útfærslum með ykkur. Það að segja að þeir geta látið draum þinn rætast á ýmsan máta. Svo það Pólsen, ef þú ert með stjörnu í bílrúðinu þá ferðu náttúrulega inn á Pólsen.is. Ef þú þarft að lappa upp á ferðabúnaðinn, bílinn og fleira að þá eru til hellingur af vörum þar, endilega bara kíkja inn á polsen.is og bara skoða úrvalið. Það að gera svo það sé ekki hausverkur næsta sumar að lappa upp á það eða jafnvel að þú ert að fara að klára þitt sumarfrí með því að fara einmitt eitthvað út á land, að kíkja inn á polsen.is og sjá hvort það sé ekki allt í lagi ef að þú sérð eitthvað sniðugt þar. Og svo að lokum bæjarins bestu pilsur sem að sjálfsögðu, þetta auglýsir sig sjálft. Það bara, maður vill alltaf að þetta sé bæjarins bestu pilsur. Það kemur alltaf óvart, finnst mér, þegar ég fæ mér bæjarins bestu pilsur að þær séu svona góðar. Þannig að ég mæli eindregið með að kíkja á bara næstu stöð sem náttúrulega bara út allt land. Það ekki eins og hægt að telja þær allar upp. Þannig að, bæjarins bestu. En höldum áfram. Það var annað sem að mér þótti mjög áhugavert sem þetta Jason Arday-mál. Ég veit ekki hvort ég mun að skoða þetta. En þetta sérst maður sem heitir Jason Arday og hann
hefur verið svona, hann var ákveðin svona posterboy fyrir réttrúnaðinn það að hann hafi verið fyrsti þeldökki prófessorinn til þess að að ná inn hjá Cambridge og svo kom bara upp úr hattinum að það sem að hann hafði í rauninni birt var stólið að stóru leyti og það sem hann hafði ekki stólið var eitthvað sem að fólk horfði framhjá það hversu hræðilegt væri og þetta svo fyndið eins og með akademíuna þegar við erum með svona ótrúlega sérstaka þætti akademíunar sem að margir tóku mark á réttilega fyrir ekki svo mörgum árum og það séu svona ótrúlega margir meðvirkir gagnvart akademíunni í þessu að fólk sé tilbúið bara til þess að horfa framhjá algjöru svo ég fá að sletta incompetence sem að bara byggir á því að fólk hefur ekki hundsvit á því hvernig á að vinna vísindaleg gögn, fólk hefur enga tölfræðiþekkingu en út af því að þú lítur út á ákveðin máta eða ert á ákveðinni kynhneigð eða ert eitt af þessum 500 kynjum eða hvað sem það nú að þá bara hægt að horfa framhjá því í þágu einhverja stjörnuruglaðra sjónarmiða eins og ég hef svo oft rætt og núna þegar svona, þetta líka svo mikið högg á akademíuna, það svo mikið högg á vísindi almennt þegar að svona kemur upp úr hattinum en það bara búið að ákveða það að þetta sé línan og það náttúrulega búið að koma að svona woke fólk búið að moka sér í allar stöður inn í svona það sem heitir í Bandaríkjunum svona administrative body, svona akademíska stjórnsýslan sem að hefur að gera með það hvernig þú ert að taka inn og á hvaða forsendum þú ert að reka stefnuna og fleira þar fram í göttunum. Það bara allt of mikið af fólki sem að ekki starfi sínu vaxið en hefur einmitt fengið það fyrir það að vera konur og þá það einhvern veginn rosalegt framfaraskref sem að braust út í gegnum glerþakið og maður veit ekki hvað og hvað en þetta það sem þú færð. Þetta það sem þú færð þegar þú ert með ömurlega staðla fyrir allt sem að við kemur framþróun í vísindum og það lá alveg ljóst fyrir alveg eins og með hælisleitendakerfinu alveg eins og með að hælisleitendakerfinu yrðu lokað að þá verður akademían að lokum að einhverju aðhlátursefni þar sem að fólk tekur ekki mark á þér og hann Kolbeinn H. Stefánsson minn góði vinur skrifaði mitt þetta að hann nýtti sér núna gengur yfir stormir í bresku háskólasamfélagi sem snýst téðan Jason Arday. Arday hefur verið rísandi stjarna í félagsvísindi þar í landi og afrekaði þar meðal annars að vera yngsti svartra manna að verða prófessor í Cambridge háskóla. Hann jafnframt á einhverju við rófi eða svo segir hann. Það líka eitt mjög sérstakt í öllum þessu fræðum að það einhvern veginn góður stimpill að vera með einhverjar svona taugaraskanir. Afreksskrá Arday löng, hann var ómálga til 10 ára aldurs, ólæst þar til hann var 18 ára. Hann hefur ekki látið það stöðva sig auk þess að ljúka doktorsnámi í menntunarfræðum hefur hann unnið fjölda margra ofurmannlegra afreka. Já, það einmitt eitt í þessu. Arday mikill hlaupari, hann hljóp 600 mílur á 6 dögum frá Edinborg til Lundúna til að afla fjár fyrir góðgerðarstarfsemi. Hann hljóp 300 mílur á 3 dögum, hann hljóp 30 marathon hlaup á 35 dögum, nú 9 síðustu hlaupin, hljóp hann fótbrotinn. Já, svo var þetta líka það, þetta var alltaf einhvern veginn svona ævintýralegar góðar sögur sem hann sagði sjálfan sig. Þegar hann var ungur var hann nefnilegur knattspyrnumaður og snookerspilari, hann varð ungur hálfatvinnumaður í báðum íþróttum en ákvaða hann myndi ekki meika það, íþróttunum myndi hann bjarga heiminum. Að því marki safnaði hann 5,5 milljónum punda fyrir góðgerðarsamtök. Skömmu áður en að hann varði doktorsritgerðina sína, fór hann í heilaskurðaðgerð sem að olli heilablóðfalli sem aftur olli því að hann gleymdi öllu doktorsritgerðina sína og þurfti að læra efni hennar frá grunni á 1 viku fyrir vörnina. Og svo fjallar Kolbeinn það í löngu máli hvernig þetta var náttúrulega að sjálfsögðu bara lygi og eitthvað sem var of gott til að vera satt. En svona, ef hann hefði til dæmis verið hvítur, þá ekki séns að bullið hefði náð svona langt. Fólk hefði alltaf bara sett fótinn fyrir dyrnar og sagt,
við erum ekki að fara að taka þátt í þessu rugli. Eðlilega, en þetta það sem hefur verið að gerast innan bæði íslenskrar akademíu en líka sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjunum og Bretlandi, en við erum náttúrulega samofin því að bara fólk sem hefur ekkert ágæti í neinu nær einhverjum svona metorðum út af því hvernig það á litin eða annað, og við höfum verið að keyra þetta algrími, þar að segja vestræna þjóðir, og núna veit ég að einhver að segja já, flytja inn þetta hérna, ég bara nei, en þessi akademísku vinnubrögð hafa áhrif á akademísku vinnubrögð hérlendis, og ég veit líka að það fullt af fólki, svona woke rugli, sem hefur verið að moka sér inn í allskins stöður en háskólasamfélagsins, þar sem að teknar eru bara mjög mikilvægar ákvarðanir framþróun vísinda og annars og hérna víða heim. Nei, fyrir ekki, á Íslandi, og svo í kjölfari vonandi víða heim. En við bara, já, ætlum að láta einhvern veginn þetta eins og svo margt annað grotna niður, og hvar það endar veit ég ekki. Mér langar að ég ætla að ræða við Sigmund Davíð Gunnlaugsson nákvæmlega þetta, en aðeins fleiri samstarfsaðilar, fiskhúsi.is. Fiskur að mínu mati lýðheilsumál. Ég vil færa rök fyrir því að ef við borðum meiri fisk þá líður okkur betur, og fiskhúsi.is heildsala, hvort sem þú ert í atvinnurekstri, veitingarekstri eða hótelrekstri eða öðru, að þá bara mjög gott að kíkja inn á fiskhúsi.is, sjá hvað í boði, en líka þú ert að halda stóran viðburð eða annað, að bara prófa að heyri og sjá hvort þeir sé ekki með það sem þú þarft, sem eru alla líkur á. Og ég hef nú sagt þess að sögu áður að langaði minn, ég spurði hann einhvern tímann hvað hann borðaði fisk oft í viku, hann sagði 14 sinnum, og hann var alveg svaka, ég man ekki hvað, hann var 94 eða eitthvað, og var svakalega skýr í kollinum allt til dauða dags. Þannig að já, fiskhúsi.is, alvörubón, vilt ekki vera að skíta bíl, þannig að það bara eins gott að láta fagmenn sjá þetta með persónulegri ráðgjöf það hvernig hægt að gera vel fyrir bíliðin. Hrafnadalur, ef þið viljið almennilegan harðfisk, ég hef búin að selja núna slatt af þessum harðfisk og það eru allir gríðarlega ánægðir með þetta, og núna ferðu inn á hrafnadalur@einpæling.is til að sjá pantanir. Þorgrímsson, að sjálfsögðu, þið heyri líka að þetta náttúrulega Þorgrímsson rýmið, sem að þýði það ástæðan fyrir því að hljóðið svona gott í mér. Reyndar klikkaði náttúrulega á því áðan og því að með stilt að vitleysa rás, en það bannaði að hlæja því. En já, það Þorgrímsson með útfærslur sem eiginlega alveg ótrúlegar. Það hægt að ná alveg frábærum hlutum í gegn, og ég hef verið alveg ótrúlega ánægður með þeirra þjónustu. Þeir fóru í útfærslur og þeir munu koma til með að sjá núna næstu dögum, þá mun ég taka upp á mismunandi svæðum í rýminu, en það hvað þeir geta gert og hversu útsjónasamir þeir eru eitthvað sem að kom mér persónulega eftir meira þess að ég var byrjaður í samstarfi við þá alveg gríðarlega á óvart. Þannig að ef þeir eru einhverjum hugleiðingum það hvernig þetta útfæra rými heima eða úti, prófið þá að kíkja inn á kíkja bara til þeirra. Þorgrímsson með allt sem þú þarft. Og svo að lokum ára kaldi létt bjór, svo að einhver hlaupi ekki til og detti í það sem á ekki að vera að gera það. Það náttúrulega fyndið þetta með fjölmiðlanefnd hvað þeir eru að hamast í þeim sem eru að auglýsa það sem að þeir kjósa að auglýsa, en það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan létt bjór, og hvort sem það í sólinni eða eftir langa vinnudag eða bara í góðra vinna hópi, á kaldi létt bjór alltaf við. En ég hugsa, ég ætla að fara að segja þetta gott. Einpæling.is, ef þið viljið gerast áskrifendur. Það eins og ég segi, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verður gestur núna á miðvikudaginn í þætti sem verður í beinni, og ef þið viljið fá aðgengi að honum að fullu, þá farið inn á einpæling.is og gerist þar áskrifendur og horfið í gegnum vefinn, en öðruvísi þá getið ekki hort á allan þáttinn fyrir en töluvert síðar. En vildi bara afsaka aftur þetta klikk á hljóðinu í byrjun, en ég vona bara að þið hafið það stórkostlega gott, verið nú góð við hvort annað, sjáið það góða í og fólki, og standiði samt sem áður með ykkar prinsipum.
Það er ekki hægt að halda áfram þessari meðvirkni, enda leiðir hún okkur bara út í gönur. Þannig að, já, hafið það bara frábært og takk æðislega fyrir þolinmæðina og að hlusta og bless.